Ég heiti Steinþór og ég alinn upp í sauðfjárbúskap og Eydís, kona mín líka. Og við höfum valið þá leið í lífinu að verða sauðfjárbændur líka. Halda áfram að búa til mat, hugsa landið og rækta landið. Það er mjög gefandi starf, þess vegna við valið okkur þann vettvang. Og við eigum núna 2 börn, 2 stráka sem við fáum alveg upp í þessu umhverfi sem er alveg frábært. Ég get ekki ímyndað mér að vera með þennan norsku bolta sko í einhverju blokkaríbúð í Reykjavík. Við höfum oft talað það sko, að þetta væri ekki hægt. Hann má labba oft onni hjá þeim og þær kippir ekkert upp við það. Þær alveg koma til hans og dilla dundlinum og hann má klappa þeim alveg bak og fyrir, svo komum við. Það er bara, shit, við hefum ekki snert þær. Það er sko ekki spakar. Að búa til lambakjöt er svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við í raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinu eftir 2 ár. Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, þá er það að leggja grunninn að fóðrinu sem við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markaðnum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár. Þannig að þetta er löng keðja. Ég held að lambakjöt og sérstaklega íslenskt lambakjöt er frábær kostur af því að þetta er hrein vara, heilnæm vara sem er góð fyrir lýðheilsun okkar. Það er alltaf einhverjar uppáhald sko. Og svo þykir manni bara að vænta þetta allt saman sko. Og maður getur stundum verið pirraður til að elta þær út í fjalli eitthvað sko. Lífið er bara einu sinni, maður á að starfa við það sem er gaman og krefjandi líka. Það er svo gaman að uppskera það. Það er alltaf mikið meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski. Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fái sitt og þetta getur gengið upp til framtíðar. Við getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem allir getur notið.